býður ykkur bara velkomin hérna á Málstofu viðskiptafræði þar sem að Vífill Karlsson, dósent við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, ætla að halda erindi undir yfirskriftinni Öll él birtir upp síðir. Hver er framtíðarsýn fólk sem býr í sveitum landsins og hvernig sker hún sig frá þeim sem búa í minni þéttbýlum? Og þá ætla ég bara að gefa Vífli orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk. Og takk fyrir að mæta. Og ég reyndi að velta því fyrir mig lengi. Við erum alltaf að reyna að finna einhverja titla á viðfangsefnin okkar sem eru aðeins ekki eins hátimbruð og þau eru oft gjarnan hjá okkur sem stundur rannsóknir eða skrifum skýrslur fyrir hinn á þessa aðila. Mér datt í hug þessi, öll él styttur upp síðir, en ég velti því reynda fyrir mér hvert að ég ætti að hafa styttir fremst og svo spurningamerki, en ég ákvað að fara í þetta svona og þetta er svona. En það sem kannski örlítið bara til þess að súma upp hvað þetta er, hvert er verkefnið og örlítið tilefnið, að þá er það kannski fyrst tölfræði sem ég rakst á fyrir nokkrum árum þróun fjölda barna til sveita sem var að mér fannst mjög skuggaleg. Og síðan hef ég verið að stúdera nýliðin í bændastétt og grein sem er að koma út núna þessa dagana í Íslenska þjóðfélagið. Og þar koma fram ýmsar áhugaverðar stærðir eins og það að ungir bændur eru líklegri til að hætta eða gefast upp heldur en bændur á miðjumaldri sem að mér fannst skrítið og óeðlilegt. Og svo var greinilegt að fasteignaverð eða verð á jörðum var farið að hafa verulega áhrif á hvar bændur eða fólk sem vildi stunda hefðbundinn búskap í sveit sló sig niður. Þannig að maður fékk svona landfræðilegt munstur á því. Það get ég lesið í annarri grein, en út af þessum tveimur þá hef ég farið yfir í þessa og spurt hvort fólk í sveitum sé líklega til að hugleiða brottflutning á næstu 2 árum en fólki í smærri þéttbýlum á landsbyggðinni og síðan að reyna að greina þá hvað það er í skilyrðum, svona klassískum búsetuskilyrðum sem að fólk í sveitum kvartar helst undan og bera það svolítið saman við hvað íbúum í smærri þéttbýlum finnst það sama. Og reyna með þeim hætti að átta sig á því hvar eru þau verkefni sem við ættum kannski að vera fókusa á varðar aðstæður fólks sem býr í sveitum landsins. Og svo auðvitað er einhver munur, er sveit, er einhver munur á milli sveita, getur verið að þarfir, óskir og sýn þeirra sem búa í sveitum mjög nálægt borginni allt önnur heldur en þeir sem búa miklu fjær. Og þetta er svona það sem að ég legg upp með. Ég er auðvitað að kynna frumniðurstöður í dag. Þetta er verkefni sem ég verið að vinna í rauninni í allan vetur og ég er þegar búinn að plana aðra málstofu þetta sama efni þegar ég hef meira af niðurstöðum í mars að Hólum. Nú þetta er sem sagt þessi mynd sem að, eiginlega fór alveg með mig á sínu tíma og eiginlega hefur síðan orðið til þess að ég er alltaf að hugsa fólkið í sveitum, eða mjög mikið. Kemur sjálfur úr sjávarbyggð og ætti þess vegna kannski einmitt að vera stúdera og með miklu meiri áherslu á
lífið við sjávarsíðuna heldur en til sveita en þetta er bara svo stórt viðfangsefni að ég gat ekki á mig setið og hef haldið þessum pælingum svolítið áfram. Þetta ég reyndar, þegar ég upphæðlega að skoða þessa mynd þá hafði ég eingöngu tölu til 2014 og samkvæmt þessum þetta eru vísitölur. Ég tek í rauninni vísitölur þarna til þess að gera hluti sambærilega milli landshluta og þegar í vísitala er komin í 50 þá hefur börnum fækkað helming og við erum komin núna niður undir 40 sem þýðir það að börnum hefur fækkað 60% frá 98 á einum landsluta sem heita Vestfirðir. Þetta er til sveita eingöngu. Þetta er sem sagt, ég þarna teki út sveitasamfélagið til þess að sjá hvað er að gerast. Þetta er auðvitað allt öðruvísi í þéttbýli. Hérna sjáum við til dæmis þróun fullorðina í sveitum. Hún er allt önnur, sko. Þar er yfirleitt fækkunin ekki nema 5 til 10% á þessum stöðum nema þarna Vestfirðir. Þar er hún mjög hröð neikvæð, búin að vera reynda síðan 2007 frekar óbreytt. En þá hafði sem sagt fullorðnum fækkað 25% en ekki 50%, hvað þá 60%. Þannig þetta liggur í ákveðnum aldurslögum hvað er að gerast. Og svo vitum við svo sem að barneignum hefur þeim frjósemistíðinni er í rauninni fer hratt niður. Hérna höfum við Ísland. Þetta er allt landi í rauninni og þetta sést nú kannski ekki vel en það sem sagt súlurnar er þá fjöldi barna á aldrinum 0 til 16 ára og svo er punkturinn rauði, hann sýnir breytinguna hlutfallslega og þið lesið hana á hægri ásnum hana. Fjölda barna á vinstri ásnum og hérna er sem sagt 0% eða engin breyting þannig þið sjáið að börnum fækkar mjög víða. Það eru aðalega þarna svæðin á jaðri höfuðborgarsvæðisins sem eru að gera eitthvað gott, sko. Býtum við, hvar er Akureyri í þessu? Ég var nú ekki búinn. Þriðji, já. Hvernig já, þetta er nú bara ekki gott, samkvæmt þessu. Þannig að þarna er einhver neikvæð þróun eða ég hef tekið einhverja vitlausa tölu. Það var gaman að fara hún í þetta. Akureyringar verða að verja sig væntanlega hvað þetta snertir. Og það er auðvitað þannig að barn og konur er komin í 1,72 held ég á Íslandi sem að þýðir það að ef það væri ekki fyrir útlendinga þá stemdi í mikla fækkun hér eins og víða annar staðar. Þannig að í rauninni getum við eingöngu þakka útlendingum það að við stefnum ekki í verulega fækkun landsmanna. Við þurfum að vera í 2,10 til þess að vera á núlli. Núlli þarna, þessi núllína, þessi magíska núllína, vera í balans þannig að börnin, þeir sem fæðast, matsi þá sem yfirgefa samkvæmið þegar að aldurinn færist yfir. Þannig að auðvitað staðan víða slæm en hvergi eins slæm og í sveitum. Og þá verðum við að finna einhverja kenningu fræðimenn. Það er allt ekkert eins gott eins og góð kenning til þess að reyna allavega svona vita hvar við höfum að byrja að leita skýringa. Og við eigum frjósemiskenningu hagfræðinnar, The Microeconomic Theory of Fertility og hún er náttúrulega stundum fær maður alveg svona svaka grettur þegar maður byrjar að tala kostnað og ábata af barneignum. Það finnst sumum ekki alveg passa, sko. En ég held mig nú samt við þessa kenningu. Og þetta er í rauninni þá einfaldlega bara sett upp þannig og þetta er þetta rakið til Nóbelsverðlaunahafans Gary Beckers sem sagði að það er allt sem við gerum með cost-benefit saman. Ef við ætlum að brjóta af okkur og þá það er bara cost-benefit. Það er ekkert öðruvísi. Og sama með barneignir og allt annað. Þannig hann er svona þessi fræðimöður sem hefur verið að setja hlutin upp
á þennan hátt og að sjálfsögðu var þessi kenning rakin til hans, en hún nær að útskýra samt ótrúlega marga hluti þó hún sé auðvitað ekki gallalaus og engan hátt gallalaus. Þarna erum við sem sagt að skoða einfallega kostnaðinn við barneignir, jaðarkostnaðinn, sem er þá þessi lárétta lína hérna, og svo jaðarábatan af barneignum. Og þar við náum alveg inn, sko, gutti og öllu þessu. Það hefur áhrif þessu línu, sko. Gleðin að því að eiga börn kemst alveg inn í þessa ábatalínu. Það er ekkert mál í rauninni. Þetta er ekki bara hvað við fáum í hérna barnabætur og svo framvegis, þó það spil inn í. Þannig að, og síðan sem sagt myndast á einhver skurðpunktur og þetta Q1 þarna þýðir í rauninni, þarna hættu við, þetta er besta lausnin fyrir samfélagið og Q1 stendur fyrir þá fjölda barna. Það sem þessar línur skerast, samkvæmt þessi módeli. Og þá er spurning, hvernig hreyfast þessar línur og hvernig hafa þær verið að þróast? Og hvaða lækkar til dæmis ábatan af barneignum? Það er þróun fjármálakerfisins og lífeyrissjóðir. Það er eitt. Í frumstæðum samfélögum, eins og var hér lengi vel, að þá voru börn í rauninni trygging fyrir því að þú gast átt svona þokkalegt líf í ellinni. Þannig að þegar við erum komið sérstætt kerfi utan um þetta, að þá dregur úr þessum ábata og þetta hlutverk barnanna líkur á þessu leyti. Sum samfélög eru þannig að þau staða eða konunar félagslega, hún er sterkari eftir því sem hún á fleiri börn og ef að það breytist að þá þetta dregur úr þessu og síðan dánatíðni ungbarna hefur líka lækkað þessa línu og síðan auðvitað þessi breyting sem hefur átt sér stað og að því ég er nú að fjalla um sveitirnar, þessi tæknivæðing sem hefur átt sér stað allstaðar í samfélaginu dregur auðvitað úr framleiðinni barna, þar sem við getum ekki notað þau til vinnu eins og við gerðum. Ég var nú farin að vinna í fiski 11 ára og mörg ykkar þekkja auðvitað þessa sögu sem ólst upp í sveit að menn voru farin að skjótast út á traktornum 10 ára eða var það 8 ára, Jón? Það var 8 ára, þannig að hérna, þú veist, þetta er ekki gert lengur, en það er tækin stór og flókin og alls konar þess áttar, sem þýðir það að í staðinn fyrir, í sveitum, í staðinn fyrir að börn voru að leggja eitthvað til, að þá þarf búið að leggja eitthvað til þeirra. Þannig að þessi staða hefur breyst. Og ég til dæmis rakst á þessa klásúlu sem ég hafði mjög gaman af, bæði sem hagfræðingur og svona gamaldags sál, að þetta er Tryggvi Ófeinsson sem var nú einn ríkasti maður á Íslandu sínum tíma, hann byggði Kirkjusand, sem að núna er Íslandsbanki höfuðstöðvar. Þar var hann með frystihús og svo rak hann 4 skuttogara, lengi vel. Og hann ólst upp í fátækt eins og flestir, náttúrulega á þessum tíma og hann segir hérna, hann var 14 til 18 ára, þá var hann sendur austur á land á verti, ég kom heim með hvert einasta eyri af sumarkaupinu, hafði ekki eitt tíeringi fyrir sjálfa mig sumarið. Það var ekki fyrir 2 sumurum seinna, ég keypti mér eina sítrónflösku og leið austur. Það var eini óþarfinn sem ég keypti öll þessi 4 sumur sem ég sótti róður á austur. Mikið sá ég eftir þessum tíeringi, svo hefur hann orð á því, sko. Það er ekki til nefna þetta bara, þannig að vera ofan, heldur, fer hann að segja frá því, að hann hafi séð eftir þessum tíeringi sem flaskan kostaði, þegar ég hafi drukkið úr henni. Tíeringurinn var líka hálft tímakaup fullorðins manns. Þetta er áhugaverð heimild fyrir okkur hagfræðinga. Og þær urðu heldur ekki fleiri sítrónflöskurnar næstu 2 árin. En síðasta setningin er áhugaverð í þessu samhengi sem ég var að nefna áðan. Foreldrum mínum afhendi ég kaupið. Þannig var það. Það var ekki eins og þegar ég var að vinna í fiski, að maður keypti sér græjur, mótorhjól og allan fjárhán og krakkar sem ólust ekki upp í sjávarbyggðum átti ekki neitt og horfðu öfundsörðum augum á okkur hinn. Þannig að þetta gekk allt til heimilsins. Þannig þetta hefur breyst hratt og kannski sem betur fer. Nú, svo er kannski þessi þáttur líka sem skiptir máli, hvað veldur því að kostnaðurinn er að hækka eða lækka og hærri tekjur kvenna er aukinn kostnaður út frá fórnarkostnaðarsjónarmiðinu.
ef að kona er með há laun þá auðvitað dýrara að sjá sinna barninu ef að konan þarf að taka sér frí í vinnu eða jafnvel hætta að fara niður í hálfa stöðu eitthvað þess háttar. Það búa ekki allar konur eins vel og íslenskar konur hvað þetta snertir. Ég var til dæmis einhvern tímann að tala við unga konur sem var í kringum 30, Breti, og þar sko hún var ekkert á leiðinni inn í það að fara að eiga börn. Þar kostaði leikskólaplási 160.000 krónur á mánuði. Þannig að það var ekkert issue fyrir hana að reyna að hugsa þetta einu sinni. Nú síðan borgarvæðing, og hvernig gerist það? Jú, húsnæðisverð. Húsnæðisverð hæsti einstaki kostnaðarliður við uppeldi barna. Það húsnæðisverð. Fólk kaupir sér aðeins stærri íbúð þegar það eignast börn og svo framvegis. Og síðan auðvitað skólaganga, en það lendir nú ekki beint á heimilum hér, nema hluti af leikskólagjaldi og eitthvað þess háttar. Og svo auðvitað ýmsir ósiðir eins og símarmerkjafar og svona eitthvað sem maður getur nú sleppt, heldur maður. En ég var svona slá létt á þetta og ég ætti nú kannski ekki verið að sýna þetta, ég vona sér ekki mikið af fólki hérna á barneignaraldri, það hætti kannski við. En ég reiknaði út á þessu út frá neyslukönnun Hagstofunnar, hver krakki gæti kostað mann 13 milljónir. Ef maður er það heppinn sem foreldri að hann fari þá að heiman 18 ára gamall, en það er nú ekki allir þar. En ríki borgar tvöfalt meira. Auðvitað langstærsti liðurinn þar er skólinn, leikskólinn og það, en auðvitað heilbrigðiskerfið. Ég er nú reyndar ekki búinn að skoða þetta mjög nákvæmlega, en hef áhuga á því að sökka mér aðeins betur hún í þetta. Hérna eru empírískar rannsóknir á því hvernig kostnaður við barneignir eykst frá 1 til 2 og 3 börnum. Samkvæmt þessu þá fáið þið 3 fyrir 2. Það kostar nánast ekkert. Fyrsti krakkin er sko 25%, þá hækkar útgjöld heimilanna 25% við fyrsta barnið, en þú ert komin í 50%, þú ert komin í 3, þess vegna segi ég þið fáið 3 fyrir 2. Samkvæmt þessu. Þannig að það er svona eitthvað. Nú, það er þessi húsnæðiskostnaður og þá erum við komin aftur í þetta verkefni sem ég ætla að fjalla og varðandi sveitir og þess þar. Og þá ég er að nota skoðanakönnun sem við framkvæmdum árið 2016 og 17, allstaðar nema á Norðurlandi eystra og Austurlandi, en þeir verða væntanlega með á næsta ári þegar við endurtökum þessa skoðanakönnun og svo höfum við líka gjarna á að hafa höfuðborgarsvæðið með til að benchmarka okkur. Og við erum í þessari könnun að kanna hug íbúana til búsetu skilyrða þar sem þau búa og aðstæður á vinnumarkaði og svona eitt og annað og hugmyndið þeirra hvort þeir séu að flytja og þess þar. Ég hef stýrt þessari rannsókn og hún hefur verið í þróun síðan 2004 á Vesturlandi, en við fórum fyrst út með hana, eða buðum öðrum að vera með þegar við vorum orðnir svona frekar sáttir við hvað við erum að gera í fyrra, eða síðastur þetta var gert 2016. Þetta er unnið í náinni samvinnu við Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri. Þeir hafa tekið einn verkþáttinn og mjög mikilvægan að sér og hún framkvæmd 2017-16 og þið þurfum auðvitað að hafa það aðeins á bak við eyrað þegar þið lesið þessa niðurstöðu því auðvitað var áfallið í sauðfjárræktin til dæmis ekki farið að kikka inn á þessum tíma. Til þess að auka þátt útlendinga, það er ákveðið vandamál hjá okkur í þessum skoðanakönnunum að við eigum erfitt með að ná útlendingum með í þetta. Þeir eru náttúrulega orðnir stór hluti á okkar samfélagi og auðvitað þurfum við að vita þeirra afstöðu. Við tókum þá skrefið núna að vera með hann á 3 tungumálum og það hjálpaði svolítið, en ég vil gjarnan fá meiri árangur þarna. Þetta er þá veikleiki könnunar fyrst og fremst sem og að yngsti aldurshópurinn hefði mátt vera öflugri líka. Þetta er þá í rauninni þau landsvæði sem tóku þátt og þetta er svæðaskiptingin eins og hún var praktíseruð. Þetta eru þá 19 svæði, ég fylgi ekki sveitarfélagmörkum nema innan til þess að mynda þessi svæði og það væri að hæra óstöðun að ætla sér að geta náð marktækum
niðurstöðum fyrir öll sveitafélög landið í kring. Það yrði bara einfaldlega og dýrt og væri kannski ekki endilega að skila því sem við erum endilega að reyna að ná utan. Hérna svo góður listi yfir þátttökuna og stærð þessara landsvæða og yfirleitt vorum við að ná mjög góðum og viðunandi svarhlutfalli allstaðar. Hérna nú listin yfir spurningarnar og þetta getið þið allt saman fundið í skýrslu sem hafa verið gefnar út þessar rannsóknir. Þessi rannsókn nákvæmlega sem ég að segja frá núna, hún nú ekki komin út en við gáfum út stóra skýrslu fyrir all landið sem heitir Íbúakönnun á Íslandi og má finna á heimasíðu ssvaf.is sem samtök sveitafélaga á Vesturlandi. Og örugglega á fleiri heimasíðum landshlutasamtakana vítt og breytt. Það eru tvær spurningar sem frásögn mín í dag hverfist svolítið og þær eru í rauninni með þessum undirliðum hér sem ég kalla búsetuskilyrði og þetta eru 40 mismunandi atriði og þau eru valin þannig að ég hef horft til bæði innlendara og erlendara rannsókna til þess að velja inn þessi þætti og þessi þættir eru þá oftast að mælast marktækir áhrifaþættir á það hvort fólk að flytjast á milli landsvæða og sterkast. Það eru þá tvær spurningar sem ég að nota. Fyrst spurðum við hvert álitið þitt á stöðu eftirfarandi þáttamálaflokka í þínu sveitafélagi og síðan kom þessi listi með 40 þáttum og menn gátu kategórisera frá mjög góð yfir mjög slæm og síðan kom seinna í spurningakönnun hver eftirfarandi þátta/málaflokka finnst þér skipta miklu eða litlu máli fyrir áframhaldi búsetu þína í sveitafélaginu. Svo getum við valið þar líka frá mjög miklu til mjög litlu eða engu. Og svo komið þessir og helstu niðurstöðurnar svo uppsumeraðar fyrir alla könnunina. Þetta ekki eingöngu sveitirnar. Var það íbúðamarkaðurinn, vöru- og þjónustumarkaðurinn og vegamál brunnu svona helst á þáttaköttum og fengu lökustu umsögn þegar spurt var stöðu þessara 40 þátta og þá voru námsmöguleikar á háskólastigi nokkur nærri þessum þremur. En það var ýmislegt annað sem kom í ljós líka sem hægt að finna. Nú, framsetningin á gögnunum býttu við, það eitthvað sem ég að gleyma fannst mér, já. Best að taka það fram nú þegar að ég fékk rúmlega 6.000 svör og rúmlega 1200 eða 1250 var frá íbúðum sem sögðust búa í sveitum. Þannig ég með alveg ágætis safn. Framsetningin á þessum tveimur spurningum yfirleitt á þennan hátt hjá mér. Þetta eru línuritt sem þá að lárétti ásinn þá í rauninni einkunnin sem þeir þáttakendur gáfu fyrir mikilvægi og síðan lóðrétti ásinn þá staðan, hver staðan. Og auðvitað þetta þannig að þetta fyrir könnunina alla og við sjáum þá til dæmis að þátturinn leiguíbúðir í mjög slæmri stöðu en hann kategoriseraður sem ekki mikilvægur fyrir áframhaldi búsetu. En einmitt varðandi leiguíbúðir og íbúðir verður maður að hafa í huga að þeir sem taka þátt í könnuninni eru þeir sem búa á staðnum og auðvitað skiptir það kannski voðalega litlu máli fyrir þá hvort að þeir búi áfram í sveitafélaginu, hvort að þessi þættir lagist eða ekki, því þeir eru auðvitað nú þegar í húsnæðir, langt flestir. En ef þú verður að spyrja fólk sem væri að hugsa að flytja á staðinn, þá myndu þessi punktar örugglega lenda einhvers staðar hér. Sem afleitur staður hins vegar að vera á, verandi mikilvægur fyrir því að geta búið á staðnum, en í mjög slæmri stöðu. Sem kemur að því, segir mér að þá ég eiginlega komin að því að útskýra þá í rauninni þessa mynd þannig að allir þeir punktar sem lenda svona cirka í þessu mengi hér eru eiginlega í vestri stöðu.
þeir sem lenda hérna efst að vera sem sagt í mjög miklu mikilvægi en í bestri stöðu eru hins vegar þeir punktar sem við eru þá styrkleikar viðkomandi svæða eða viðkomandi hópa og þeir sem lenda hér eru þá svona einhvers staðar á milli og ég hef svona sett þessa mynd sem svona grófa skýringu á því hvar bestu og verstu niðurstöðurnar eru að finna og þess þar. En þessa mynd má alveg notfæra sér með hagnýtum tilgangi eins og til dæmis ef þú ert með þátt sem er hérna, segjum þú sést sveitafélag, þetta er niðurstaðan fyrir þitt svæði og þú færð hérna þátt sem að þú hefur eitthvað að segja sem kjörinn fulltrúi, annarkvæmt beint eða óbeint, segjum heilsugæslumál hérna. Þá er alveg ljóst að það gæti verið skynsamlegt til dæmis að ef þú átt enga peninga að taka úr þáttum sem eru einhvers staðar hér í þessu mengi, skipta frekar litlu máli og flytja yfir á punkta sem eru hér neðarlega, sem skipta miklu meira að máli fyrir áframhaldandi búsetu en eru í miklu verri stöðu. Þannig það er að nýta þessa mynd bæði fræðilega og hagnýtt. Nú, fyrstu niðurstöður fyrir sveitirnar er þá þessi. Við fáum þá mjög strax sterkt tilfinninguna að það sem er vandamál í sveitum tengist nettengingum. Þetta er nú stendur nú til bóta, verið að vinna í þessu víða. Það er launatekjur, það er vegakerfið, vöruverð, þessi punktar, farsími, jafnvel, atvinnu, úrval og framfærsla á þessu þáttar. Það sem er kannski áhugavert að sjá er síðan, er þetta líkt eða ólíkt þeim sem búa í litlum þéttbýlum? Er eitthvað munur á þessu? Og þá ger ég svona frávikagreiningu sem er þessi hér og þá sjáum við það að þetta er sem sagt sveitin þá versus þéttbýlið og þá sjáum við það að þessir þættir hér, aftur hérna er vestalenda hér á þessu svæði vegna þess að hér er mikilvægið, tökum til dæmis eins og vegakerfið sem dæmi, hér segir fólkið sem býr í sveitunum að vegakerfið sé þeim mikilvægara heldur en þeir sem svara fyrir þéttbýli og þeir segja líka að staðan á þessi miklu, miklu verri heldur en þeir sem gáfu þéttbýlinu einhverju sem er á vissan hátt lógískt. Þannig ef að ég væri alráður á Íslandi, ef ég segja það, þá myndi ég byrja að vinna í þessum 3 þáttum til þess að styrkja sveitirnar og síðan myndi ég fara yfir í þennan flokk hér. Það sem kannski, ef maður skoðar á þessa mynd heilt yfir, þá er það náttúrulega svakalega sláandi að það eru nánast allir punktar fyrir neðan þessa línu hér, fyrir neðan láréttu línuna, sem þýðir það að staðan er í nánast öllum atriðum verri í sveitum heldur en í litlu þéttbýli. Það er auðvitað best að lenda í menginu þarna hægra megin efst og þar fær atvinnurekstur sem er stytting á möguleikar til þess að komast í eigin atvinnurekstur. Hann fær miklu betri einkunn heldur en í litlum þéttbýlum. Sem er á vissan hátt lógískt en líka kemur með pínlítið óvart. Náttúra aðgengi að fallegri og fjölbreyttri náttúru fær miklu betri einkunn. Friðsæld fær það líka. Ég hefði fyrirfram haldið að sá þáttur væri sterkari en hann er samt þarna í þessum mengi hægra megin efst. Svo eru menn greinilega sáttarið með heilsugæsluna til sveita heldur en í litlu þéttbýlunum og félagsheimilin. Allir sé ekki bara svona flottir og hraustir í sveitinni, ég held að sé nú aðalega það. Þannig þeir gera kannski minni kröfur til heilsugæsluna. Nei, ég veit það ekki. Þetta kemur mér aðeins óvart með heilsugæsluna en það koma nú kannski skýringar rétt og eftir á því. Því ég bar saman afstöðu sveitafólks allt eftir hvort þau byggu nálægt Reykjavík eða lengra frá. Og þá kemur í ljós að mengið hérna hægra megin
uppi, það eru þeir punktar sem að, þeir sem búa nær Reykjavík eru ánægðari með heldur en hinnir og öfugt. Þannig að, og þá sjáum við að þeir sem kvarta undan heilsugæslunni, það eru þeir sem búa í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Og það var reyndar almenn niðurstaða, þó maður væri ekki að skoða endilega bara sveitina, og þá kom þessi einkunn fyrir heilsugæsluna mjög illa út fyrir nágranna sveitarfélög Reykjavíkurborgar og sveitarfólki tekur greinlega undir það. Nú, þeir eru sem miklu sáttari þá við internet, farsím og vegakerfi sem er og mikið sáttari, sem er mjög lógískt heldur en þeir sem búa fjær, þar sem að mikið meira malarvegi og þess áttar og ekki komið eins langt í þróun internets og þess áttar. Þannig að mér finnst margt af þessu er ótrúlega lógískt. Hvað er klukkan? Einhver? Já, ég með þetta. Veit ég, já, ég þarf að fara að hætta. Heyrðu, þá enda er ég nærri búinn. Langar bara að segja, þetta er reyndar ægilega skemmtilega pælingar, en ég er ekki viss að það fylgi mér allir í þessu, en ég er samt að nota staðalfrávik til þess að skoða, erum menn sammála eða ósammála bæði hvernig menn flokka stöðuna og síðan hvernig menn flokka mikilvægi þessara þátta, og hérna sjáum við þar sem að staðalfráviki er lægst og þar eru menn þá mest sammála og þetta er öll sveitin og þar er sem náttúra lendi, náttúra, friðsæld og þjónusta við útlendinga, atvinnulausa, fólk í fjárhagsvanda og staðan á leigu íbúðamarkaðnum. Það eru menn mjög sammála og það slær mig svolítið eins og með leigu íbúðamarkað því hann fékk fallengun, hann er til sjáið að síðan er ég með röðina hérna, hvort lendur á besta staðnum 1 eða versta staðnum 40. Það er að segja stöðueinkunnin var lægst fyrir leiguíbúðir og best fyrir aðgengi að fjölbreyttri náttúru. Og þá ekki bara að þeir fá skýta einkunn hérna fyrir leiguíbúðir, heldur eru menn mjög sammála að svo sé. Það er nefnilega mjög mikilvægt að átta sig á því síðan hversu sammála eru menn síðan þessa þætti eða þessi miðaldur sem kom út. Og hérna fá ósammála, nettengingar eru til dæmis lenda neðst á skalanum, þar eru menn mest ósammála, en það er líka skiljanlegt því að á sumstaðar er alveg komið nútíma ljósleiðarakerfi í sumum sveitum en annars það er ekki, þannig að við vitum svo sem að því. Já, síðan tók ég mikilvægi fyrir áframhaldi búsetu á sama hátt og þar eru menn fyrir almennt öryggi, þar eru menn sammála að það skipti langmestu máli, friðsæld númer 2, menn eru mjög sammála það, gott mannlíf, aðgengi að fjölbreyttri náttúru, þetta eru þeir þættir sem lenda ofarlega og efst þarna fyrstu 3 og þar eru menn algjörlega sammála og það fannst mér mjög athyglisvert að þessi þætti sem að lenda hérna í efstu röðum fyrir að vera mikilvægustu þættinni fyrir áframhaldi búsetu, að þar séum menn líka rosalega sammála. Það er sterkt. Sjáu heilsugæsluna hérna hvað hún lendir ofarlega og internet er enda líka. Allt lendir þetta mjög ofarlega og menn eru mjög sammála þessar niðurstöður. Hérna eru menn ósammála og þar koma leiguíbúðir reyndar inn. Og auðvitað er það skiljanlegt því að út frá því sem ég útskýri á þann að auðvitað er spurt áframhaldi búsetu þína, hvort það er leiguíbúð og flestir eru auðvitað sem taka þátt eru í húsnæði. Að lokum, það sem kom mér ótrúlega mikið óvart var það að ég spurði innan hvaða atvinnugreinar er þitt aðalstarf, vinsamlegast svarið því sem best lýsir þínum aðstæðum. Og þar eru eingöngu 3/4 þátttakenda sem svarar því að þeir starfi við landbúnað, sem var miklu lægra en ég átti von á. Og finnst þér líklegt eða ólíklegt að þú eigi eftir að flytja búferlum frá Vesturlandi á næstu 2 árum? Já, þetta er nú reyndar ekki Vesturlandi,
Þetta var hérna copy-paste villa. Þetta átti að vera bara, þú veist, Vesturlandi ef hún var þar tekin, Suðurlandi ef hún var tekin á Suðurlandi og svo framvegis. Þannig að, og þá sem sagt líkurnar minni á fólk sé að flytja úr sveitum samkvæmt þessu, en ég hugsa vandi sveitan sem miklu frekar það sem að Þóroddur Bjarnason hefur til dæmis verið að benda á. Það er ekki svo alvarlegt að fólk sé að flytja í burtu ef það er einhver sem flytjur tilbaka, og þar þurfum við kannski að fara að fókusera meira á það varðandi sveitina. Þar liggi vandinn. En allavega, þetta er nú eiginlega síðasta glæran, en þessi hér segir mér það og ætti kannski að vera bjassínasta glæran í þessu, af því ég segi öll él styttur upp síðir. Það er vegna þess að ég held bara atvinnulífið og afkoma í sveitum sé að breytast gríðarlega eins og þessi glæra rennistóðum undir. Fólk er farið að flytja, kaupa sér jörð, flytja í sveitin og njóta gæða hennar, starfandi við eitthvað allt annað en hefðbundin landbúnað, einhverja ræktun kannski, en sumir framleiða tónlist og aðrir eru að hanna leikföng og eða eitthvað allt annað. Og kannski er það einmitt bara framtíðin fyrir búsetu til sveita að menn fari í ýmislegt. Takk fyrir. Jú, ef þú viljir leyfa mig að hlusta á spurningar og svör. Nei, slökum bara.